Leikskólinn Holt í Reykjanesbæ hlaut á dögunum verðlaun frá Evrópusambandinu fyrir verkefnið Lesum heiminn. Verðlaunin voru veitt á fjölmenni verðlaunahátíð í Aþenu og tók Sigurbjörg Kristjánsdóttir deildarstjóri á Holti við þeim. Verðlaunin hlaut Holt fyrir læsisverkefni þar sem unnið var með söguna Greppikló. Saga var notuð til að vinna ólíkum viðfangsefnum þar sem læsi í víðum skilningi og lýðræði voru tengt saman. Verkefni var unnið í nánu samstarfi við skóla á Spáni, í Póllandi, Frakklandi og Slóveníu. Nú fenguð þið nýlega verðlaun frá Evrópusambandinu fyrir verkefni Lesum heiminn. Hvað var það við verkefni sem vakti athygli? Það sem vakti athygli var þessi óhefðbundna leið sem við erum að fara til að kenna læsi. Og við erum að nýta okkur áhuga barnanna og skoða heiminn á margan hátt og oft erum við að vinna alveg á kafi ofan í læsi en börnin áttar sig ekki endilega á því að við séum að kenna læsi. En þetta eru undirstöðu atriði fyrir læsi og það sem skiptir svo miklu máli fyrir ung börn, alveg frá því að þau byrja á máltökuskeiði, að það er að ýta undir málörfun og hugtakaskilning og spjalla við þau, vera duglega að spjalla við þau, endalaust að spjalla. Alltaf að hafa orð á öllum hlutum sem við erum að tala í umhverfinu. Og það er það sem vakti áhuga Evrópu á þessu verkefni. Og verkefni er hluti af stærra átaki í Reykjanesbæ, Garði og Sandgerði, ekki satt? Jú, leik- og grunnskólar í Reykjanesbæ, Garði og Sandgerði, þeir saminuðust framtíðarsýn, þar sem við erum að leggja áherslu á læsi og stærðfræði og þetta er okkar þáttur í því verkefni í rauninni. Á þennan hátt viljum við vinna með læsi með ungum börnum í gegnum leikinn. Allir hafi gaman og gleða því sem þeir eru að vinna, en við erum að koma inn mörgum þáttum sem skipta máli í undirbúningi fyrir lengra læsisnám. Og þið eru að halda áfram að sömu braut, eða ekki? Jú, við erum að vinna á sama hátt og núna erum við að vinna með bók sem heitir Græni kötturinn og sem við erum að kafa ofan í og höfundur bókarinnar er okkar leikskólakennari hér, heitir Anna Sofía og er afar áhugaverð bók sem er gaman að vinna með ungum börnum. Það felst í því að börnin fá að upplifa heiminn með ýmsum hætti og í rauninni að upplifa læsi í sínu víðustu mynd, að upplifa læsi sem umhverfislæsi, stafrænt læsi, félagslegt og þeir fengu að upplifa það með ýmsum svona hætti, mikið svona stafrænt. Það var mikið farið út og leitað, tengslu við Greppikló, að leita að dýrum og umhverfið var mikið notað. Við gerðum ýmis verkefni í tengslu við verkefni, þetta verkefni, en aðal var að þau myndu kynnast líka öðrum þjóðum, hvernig aðrir eru að gera hlutina og að kynnast að hvetja þau til bæði að lesa og lesa umhverfið sitt, vera sterkar í sínu umhverfi og vera skapandi, að þeirra hugmyndir fengi að njóta sín og sjá svona hvernig þau myndu leiða verkefnið, ekki það að ég eða einhver annar ætti að stýra verkefninu, heldur hugmyndin var komin og þau myndu síðan leiða það áfram. Þannig, þetta var svona hugmyndin með þessu verkefni og náttúrulega njóta þessar frábæra bókar, Greppiklóar og allt það sem hún hefur upp á að bjóða. Þannig að lýðræði hefur skipað stóran sess? Mjög mikinn og bara þau fengu að ráða og að þeirra hugmyndir allir fengu að segja sitt og ef þau voru ekki sammála þá var bara kosið það. Þannig að þetta var bara lýðræðsleg kosning oft en oft gekk þetta bara ofsalega smurt og svo leiddu þau bara áfram. Hvað var eftir að gera næst? Og þau sáu bara, getur séð að þau sjá heiminn bara svo stundum öðruvísi við og það er svo gott. Og hvernig þau lesa heiminn, hvernig við lesum heiminn er stundum líkt og stundum svo gjörólíkt og maður hefur ofsalega gott af því að sjá það með þeirra augum. Alþjóðlega samstarfi tók á sig ýmsar myndir og einn liður í því var að búa til líkamsparta af Greppikló. Og þá vorum við að við líka viljum nýta umhverfið okkar og fara vel með umhverfið og notum rosalega mikið efni við, alls konar efni við. Og þau, hvert land og börnin í hverju landi átt að búa til sína Greppikló. Það voru hendur og fætur og höfuð og búkur og við gerðum það. Síðan áttum við að senda, höfuðið fór til Slóveníu, hendurnar til Frakklands, fætur til þangað og halinn auðvitað líka og allt þetta. Og svo var þessu safnað saman og við fengum þessa parta tilbaka frá hinum þessum löndum. Settum svo Greppikló saman og það var geggjað. Bara úr alls konar efni við og hugmyndum og svona. Og svo hékk hún hér á vegg alveg heillengi, Greppiklóan. Það var frábært.